Þó svo að framboðið sé kalla framboð Guðmundar Steingrímssonar í þessari könnun, það náttúrulega kannski endurspeglar það bara þá staðreynd að það ekki komið nafn á framboðið ennþá og þar með held ég að stjórnmálaflokkur verði að endurspegla það, hann verður að vera flatari, hann verður að gefa fleirum færi á að koma að ákvarðanatökunni og það er margt sem að maður skoða líka í strúktúr stjórnmálaflokkana sem eru starfandi og líka á Norðurlöndum við höfum verið að horfa, það er margt mjög áhugavert til dæmis að gerast í flokkum eins og radikali venstri í Danmörku og svoleiðis sem að við sjáum einhvern veginn ekki hér. Eins og hvað? Já, til dæmis bara svona eins og strúktúrin í þeirra flokkstarfi og hérna svona ýmislegt þar sem að mætti skoða og það er margt mjög áhugavert í því hvernig þeir eru til dæmis að nota internetið bara ný forrit til ákvarðanatöku og þeir eru mörgleiti svona bara að endurvekja lýðræðið og gæða nýju lífi og við sjáum líka bara alls konar strúktúr líka í samfélaginu á internetinu, svo við talum það, menn að það er að myndast bara svona ákveðin strúktúr utan lýðræði sem ég held að stjórnmálaflokka verða að fara að nýta sér, það er mörgleiti svona óformlegra lýðræði heldur en bara einhver handaupprétting. Svo er alls konar félagasamtök sem virka bara mjög vel. Eins og AA-samtökin til dæmis, sem hafa virkað í áratugi og mikil eftirspurn og þau einkennast til dæmis að því að það er eiginlega engin tilætlunarsemin, það er bara opið inn og opið út og þannig finnst mér til dæmis að stjórnmálaflokkur eiga að vera. Ok, en ef við tölum að... Svo er líka, mun fólk líka kjósa alla hinna, ég meina þetta er ekkit og það á engin neitt fylgi og við erum búin að íhuga nýtt framboð og við höfum 70% af þeim sem kusu Samfylkinguna síðast eru búin að íhuga nýtt. Og það eru örugglega margir í þess að Samfylkingin fekk til 30% síðast og það var allt talað þá og mjög margir sjálfstæðismenn voru að fara á Samfylkinguna eða sem hefðu kusið sjálfstæðisflokkin áður í nýtt framboð. Þetta er bara í grundvallaratriðum bara fylgi sem er á mikilli hreyfingu og það á engin neitt, það er bara lykilatriði að allir reyni sitt besta og svo þurfum við að setjast niður og erum byrjuð á því svona að reyna að búa til drög að einhverjum strúktúr fyrir þetta og reyna að sýna fram á að hann verði öðruvísi. Það er mjög líklegt að þetta verði systur flokkur mjög margra óháðra framboða annara í sveitarstjórn og þú að hann var ekki birtast mér sem svona frjálslyndum miðflokkur, heldur eitthvað allt annað, frekar svona íhaldssamur og þjóðernissinnaður flokkur og maður eftir að sjá hvernig spilast úr þeim áherslum, hvort að þær aukast eða ekki og það mér þá væntanlega líka fel í sér eitthvað svar við spurningunni hvort maður telur þann flokk fýsilega til samstarfs eða ekki. Ég hef talað alveg skýrt um það að mér finnst að við eigum að stefna upptöku evru, gangi myntsamstarf og þeir sem að mæla gegn upptöku evrunar og ég reyna að hlýða á rök þeirra en mér finnst þeir ekki geta boðað framtíðarsýn sem að felur í sér nauðsynlegan stöðuleika fyrir efnahagslífið. Vandi íslensks samfélags hefur alla 20. öldina og kannski til lengri tíma litið verið skortur á stöðuleika. 2 árum eftir að við tókum upp sjálfstæða krónu kom gjaldmiðilskreppa og hún hefur verið rauður þráður og þetta ótrúlega ójafnvægi það leiðir til óréttláts samfélags, það leiðir til ófyrirsjáanlegra tilfærslu á fjármunum frá einum hóp til annars, held að gjaldmiðilssamstarf, samvinna við aðrar Evrópuþjóðir stöðuleika sé besta leiðin fyrir Ísland. Who's here? Makka Pakka. Makka Pakka. Woo! Hello, Makka Pakka. Makka Pakka. Makka Pakka, akka waka, mika makka moo. Makka Pakka, appa yakka, ika akka oo. Hum dum, akka pang, ing ang oo. Makka Pakka, akka waka, mika makka moo.